Góðan daginn. Góðan daginn. Nú ætlum við að tala íslensku. Já, við gerðum útlenskt blogg. Já. Þú varst svo stoltar af okkur. Já. Svo sveitt. Og fyrir ykkur sem eru vön að horfa á okkur, ef ykkur langar til að hlæja meira, þá er að gera að tjekka á enska blogginu. En við erum að drekka Kaffi og matcha. matcha frá Ketil Kaffi. Þau eru komið með matcha núna, bláberja vanilu, pumpkin spice og hérna Passion fruit. Bæt í allt ógeðlega gott. hrikalega gott. Hrikalega gott. Herði, nú ætlum við bara að gera venjulegan þátt. Já. Og byrja á Sko. kláruðum verkefni. Já. Mín eru heima. Já. Hafið það fyrir skeið? Var þetta spontant að blogga í morgun? Nei. Nei. Voru við búin að ákveða? Já. Já. Glemdi Íris verkefnum sínu heima? Já. En það er bara allt í lagi. Ég meina... Ég er svo æst af það í lagirinn. Ég er lag til að lagarnum. Og Íris er að gera kraftaverkefni á bakvið. Algjört kraftaverk. Ína, eru þið svo ánægð með mig? Ég veit það. Nú kannski langar hann að koma í heimsókn. Já, kannski er það þess vegna sem hún er ekkert komið í heimsókn. Það var lagum svo ógslegur. Já. En sko, sumrin eru bara viðbjóður. Það er bara allt og mikið að gera. Það er bara, nei. Þetta var grín. Þetta var djók. Það er bara svo svakalega mikið að gera að við erum að sinna Ég búin. meinti lagurinn verður viðbjóður á sumrin þegar Já. svo mikið að gera. Já. Ég bara kem stundum ekki alveg, Nei. setningarna brenglar stundum Já. í hausnum á Hún er mér. á leiðinni. Og leiðinni. Já. Það bara að þessar tengingar eru bara ekkert alveg að virka stundum. En við vorum að koma í september, 23. september, komum heim frá Danmörku. Við höfum farið í prjónaferð með dásanlegum konum. Handavinnuferð. Já. Garnferð bara. Garnferð, já. Og og við fundum garn. Já. 2 garn. Nei, sko, Íris. Já. Ég fór ég ætla ekki að kaupa neitt garn. Mér vantar bara ekkert garn. Svo gott. Og jú, mér langaði að kaupa eitt garn. Sem þú pantaðir og lést senda Pantaði á frá hótelið. Finnlandi, lét senda það á hótelið í Kaupmannahöfn. Sótti ég það á hótelið í Kaupmannahöfn? Nei. Keyptum fullt af garni? Já. Maður það pröfið allt saman. En sko, já, ok. Klár. Nýjasta klár. Calypso. Nei, sko, hún er bara æði. Já. Sjá hérna rassinn á mér. Já. Dísu. En sko, 2 konur, önnur þeirra er nú hérna inn í búð núna, hún Halla okkar, og hún móðir mín, þar sem þær sögðu þegar sá að peysuna, Óþekku konur. og passa þetta á þig. Ég bara, Er þetta ekki á barn? já, Manstu, þú sagðir þetta svona, Halla. já, hún passar á mig, Já. en sko, stuttararmar, og hún er vissulega Svo tæni ég skan. cropped, en ég lagði upp með eina hespa spinncycle. Ég held að þetta hafi verið afgangurinn. Já. Og það sem reddaði því er að ég notaði aðalitinn innan í kragan. Maður er ekki að eyða fullkomnu garni í innan á. Nei, Það þarf að sjást. þetta er nóg dýrt. Já. Það garn. En ef að ég væri að nota garn á búðinni hér í hana og Úi Dúi, sem er líka klár. Veistu hvernig ég hitti að hann? Nei. Artísi. Hún ætla að koma hér svona þetta. Geggjað. Og Lára. Næs. Úi Dúi er eftir Andru Mári. Ég kláraði hana, hún er líka klár, sko. Og Þetta er líka spinncycle. nei, þetta er Sauberból. Já. Keypt hjá Stephen. Þetta er keypt í Loop of London. Maður er búinn að vera svona faraldsfæti. Faraldsfæti. Haraldsfæti. Það eru konið nokkur nýlitir í Já, sem eru svo falleg. Marla. Nei sko, hversu falleg þetta Úi er- Dúi eða Calypso væri þetta? Bara ekki ljótt. Bara gorgeous. Eða bara lopapeysa. Bara, En stelpunar okkar sem eru svo duglegar og flinkar að spinna, þær eru að spinna sér í þetta verkefni. sko, ég sá þegar spinncycle var að byrja, það var ekki svona vintage hespa. Já, Það sem að þær eru að gera núna í dag Já. er á pari við það sem að spinncycle eru að gera í dag og þær eru að byrja. Ég veit það. Við getum Það bara... eru ótrúlegar. Já. Þið viti hverja þið eru? Já. Þannig, sætu. Ég er með fullt að klára. Ó, svo dúlega. Svo dúlega. Tulip, bólurinn eftir Sillu okkar.
Bráðum kemur pilsið. Og ég er búin að kaupa mér í pilsið. Þetta gatt sem ég er að nota fest ekki hérna á Íslandi. Það var ekkert að því að þú ýttir eftir Sillu að gera pilsið. Hún bara algjörlega fann þetta upp á sjálfu sér og vildi að þú gerði svona. Ekki? Sko, við vorum staddar úti og gattni fékkst þar og ég bara, Silla, hvað þarf ég að kaupa mikið í pilsið? 5 dögum setna, gjör svo vel, sendu mér uppskriftina tilbúna. Þetta heitir að vera yndisleg frekja. Þetta er orð sem að pabbi kendi mér. Já. Ég kláraði hérna... Já, þessi? Lúpín. Já. Kannski var ég búin með hana síðast, ég held. Nei. Nei. Ég var bara að prjóna hana. Já. Þannig að, já. Og... Svo kláraði ég... Ég er rosalega spennt, ég var ekkert hvað búin að klára. Já, Þessa? Voru ekki búin að segja hana? Nei. Nei, ég held ekki. Þetta er onion. Þetta er ógeðslega skemmtilegt garn. Ég er Íris að er að prjóna prjóna úr úr þessu. þessu. Ég er að prjóna fyrir hennar sinni hérna. Ó, það er svo skemmtilegt. Ég er að prjóna á 5. Já. Og þú prjónaði þín á 6, eða ekki? Jú. Nei, 5,5. 5,5, já. Hvað er hérna kjóllinn? Litlið, dúli. Dúli. Æ, ég finn hann. Já. Svo kláraði ég þetta vesti, Burgos. Ég kláraði líka eitt svona. Já. En sko, ég ætla bara að taka það fram. Ég er náttúrulega stærri en Sveina og ég þarf að prjóna lengur heldur en hún. Þú ert ekkert stærri en ég. Hún vill hafa hlutina meira óvissæst heldur en ég. Svona. Já. En við prjónum mjög gjarnan sömu stærðina. Já, reyndar. Þú prjónar bara aðeins lausar en ég. Já. Svo kláraði ég þessa. Úr gatni sem ég keypti. Sko, þetta er jökla eftir hennar Sunnumarju og hún hún er svo geggjuð í þessu gatni. Alveg sturluð. Sturluð. Þetta er sko fliffík nýja gatni Já. okkar. Þegar við 8 litir. kynntumst, ekki fana, heldur hurub. Tí. Þetta er svo skemmtilegt. Þú ert að prjóna 5 og ég er í miðju hvað að prjóna. Ég Og prjóna 6. 6. Jakkafessu. Mhm. Það er ekkert að þessu. Nei. Ekki neitt. Hún var geggjað. Ég fann kjólinn. Sunna María var að gefa út jólakjólinn í ár fyrir litla sætar stelpur eða stráka. Og ég prjónaði þennan á hennar mói mína. Og þetta er blásól kjól. Hún var svo fín í þessu í gær. Ekkert smá Skruddast út um fín, allt. skruddast í þessu. Og ég náttúrulega klæddi hann bara utan yfir allt, sko. Já. En sitt hvað var gaman að prjóna þetta. Já, það var svo fljótur að læra munstrið. Já, og ég var með þetta með mér í ferðinni í Danmörku og ég tók þetta bara oft upp, Já. bara sem næstu eitthvað heillust, Já. því að þetta er svo þægilegt munstur og gaman að prjóna það. Þetta er rosa fallegt. Já, ég elska þetta. Sunna María, þetta getur upp. Já. Stelpur að skat. Og kláraði eitthvað fleira? Þannig? Já. Þetta er Alex skarf eftir Knitting for Olive og ég er með í þessu merino og kasmír og make it bloom. Þannig að það þarf ekki að hafa make it bloom. Nei, en mér fannst það bara gera eitthvað samt eitthvað skemmtilegt. svo sætt. Já. Rosa fallegt. Sko, að því ég er ekkert búin að klára neitt og ég er búin að sýna ykkur það sem er hálfklárað hérna. Já. Ef þá að Og ég sýna það sem er í gangi hjá mér. ég er með fullt af meira hálfklárað heima, sko. Ég kom bara með eitt verkefni sem ég er með á prjónunum. Sveina kemur á bíl, ég kem lappandi þannig ég get ekki tekið allt með mér. Nei, Það ég hefði best. getað keypt þér með, sko. Svona hættu. Já. En hérna, það sé ég ætla að segja henni þig. Ég er bara með 5 verkefni á prjónunum núna. Þú þarfst að fara að flytja upp okkur. Ég er að fara, Já. við gleymum því ekki. Nei. Ég er að fara að fitja upp á, ég er að fara að pröfuprjóna jólaverkefnið sem þið eru búin að kaupa hérna alveg í bunkum. Svein, betur fara því eftir. Já. Minnið okkur á það. Alla, þú minnir okkur á það. Það sem ég er aðal prjónaverkefnið mitt núna er að vegna sem ég ætla að klára það að garnið kemur af því að sjálfsögðu eru að fara að kaupa þetta garn inn líka. Ég er að prjóna hérna, heitir hún ekki bara The Rose? Jú, ég held það. Frá henni Lenu Holme. Lenu Holme, samsögðu. Og þetta er úr garni. Þetta er bara svo fallegt. Já. Prjóna svo vel. Þetta prjónast svo fallega og það er svo gaman að prjóna tvíbanda úr þessu. Og við erum að taka þetta garn inn og þetta er úr endurunni bómull. Ég held að sé engin með við. Þetta er alveg 41% endurunni bómull, 21% móher, smá ull
og held ég 4% póliamíð eða eitthvað til að halda hérna aðeins. Kannski Svo hérna, móherinn fari ekki bara eitthvað út í raskat. Já, en þetta er sturlað. Og að prjóna þetta 4 er bara unun. Hvað? Þetta er svo fallegt. Var eitthvað móher í augun að þér, Ég bara, Var hvað ég- gæla? var Hvað ég gæla bara- þetta var tóðlið? Já, þetta var svo fallegt að þú fórst að skæla. Já. Þannig að þetta er það sem ég á hugminn allan núna. Já. Nú þú. Herði, já, ég er náttúrulega búin að sína þetta hvað ég er að gera. Ég ætla að tala um aðvendu með garn í gangi og í pakkanum er uppskrift eftir Sigurlaugu Hauksdóttur ásamt aukagjöfum og svoleiðis. Já, ásamt garni. Og það er takmarka magn í boði. Já, ég held þetta sé að verða uppselt. Ég þarf að fara að kíkja yfir þetta. Já, ég held það simpla að koma ansi margar. Já, af því við megum heldur ekki, það getur ekki verið of mikið. Nei. Við erum byrjar að kaupa aukagjafirnar og við bara þurfum að eiga fyrir alla. Já, þannig að þetta verður í sölu hvað? Örugglega bara einhverja nokkra dagi viðbútt. Já, ég þarf að leggjast yfir þetta. En þetta kostar 26.900 með, sjálfsögum með sendingu. Það er einhver einn sem, viltu minna mig það eftir, sem ég þarf að keypti sendingu á þetta. Já. Dýra sendingu. Já, ég sá það, hún keypti sendingu eins og hún væri að kaupa hérna Gersamabóks. Þannig hérna, ég þarf að endurgreiða þér. Ég man hvert er. Já, ég hef samband á eftir. Heyrðu, skipulag. Já. Við vorum að fá ótrúlega skemmtilegt. Sveina keypti sér. Nú er nýtt í búðinni. Já. Eiminga mér. Já, eiminga er þetta. Og þetta er ótrúlega skemmtilegt. Svona gæi. Það var svo gaman að sortera í þetta. Nú var bara allt sinn stað. Stórt hólf hérna. Koma skæri og svoleiðis. Svo flokkar þú veist hérna nælunar, prjónamerkin, nálar. Bara í stæðan fyrir að vera að róta í einhverju boxi og finna allt hérna. Já. Og þetta fengum við í 5 litum stóru boxi. Og svo fengum við lítil líka. Fyrir þá sem eru bara svona aðeins að prjóna. Já. Eða, sumir hafa keypt sér litla líka til að eiga þegar þau fara í ferðalag. Já. Ég er bara svo gráðug og ég tek bara stóra boxi með Já, ég fyrir ferðalag. Svo fengum við líka hérna þessar hér, möppurnar. Ég hugsa einfart heim með mér og eftir. Já, í þessum litið að gráu. Tjúk. Hérna, já, og svo það eru vasar seldir sér og númer fyrir vasana. Það fylgja samt 10 vasar. Já, fylgja 10, það er hægt að kaupa fleiri í veit. En vitið, af hverju mig vantar nýtt? Þetta er allir rosalegt. Þú veist. Ertu svolítið að prjóna? Rennilásinn kemst ekki einu sinni saman lengur og hann er orðinn ónýttur. Sko, einu sinni var ég með 27 verkefnaprjóna. Já, og svo bara losnaði þetta verkefni og þá fylltist veski. Þá fylltist prjónaveski. Já. Út af dollu. Þegar maður á gattbúð, sko, það var svo auðvelt að mér vantar hérna eitt prjón. Mér vantar hérna eitt prjón. Þannig að ég var rosa mikið af prjónum sem bara æðislegt. Heyrðu, svo heldum að fara með skipulagið. Þá vorum við að taka inn mút. Ég meina, þú veist. Nei, hversu falleg. Hversu falleg. Og það er svo gaman að fylgjast með hvað þau eru búin að uppfæra hérna sko, hönnunan sína. Það sem ég tók til í sófanum hérna er eiginlega bara svona fyrir skipulag. Já. Og þú veist, og margt af því kemur bæði í hérna þessu canvas og leðrinu. Já, svart og brúnt leður. Já, ég tók bara canvas. Brúna núna. Já, já. Þú fjast þér þessa. Það eru 19 hólf. Ég elska þetta. Já. Og ég kom með þetta heim og ég segi við manni minn, sjá hvað ég var að fá mér undir prjónuna. Og veitir hvað hann sagði? Vá, hvað þetta er fallegt, þú getur bara skilja þetta eftir á borðinu. Kannski þarf ég bara að fá mér svona líka. Já. Ég var búin að gleyma því. Já, þetta er nefnilega beauty. Vegna þess að þú getur líka geymt odda. Já. Setur á hér. Já, drátt snúrir hérna og svo oddana fyrir framan. Þetta er geggjað veski. Já, heyrðu, skoða þetta eftir. Svo, ég var líka búin að sjá þetta. Þetta er nefnilega svolítið sniðt og þetta er nýtt finnst mér, þessi sko, fyrir þá sem að eru miklu prjónar. Já. Þá koma blaðsíður hérna inni. Það eru laðar stað. Já, sem að eru þá, þú veist, það er náttúrulega hérna fyrir snúrur og eitthvað svona út og svo koma blaðsíður inni þar sem getur sendt oddana og heila, hérna, heila prjóna og svo hérna sokkaprjóna. Já, þannig að það koma alls konar blaðsíður með næstu sendingu. Við erum nýbúin að fá mút, en við erum strax búin að panta meira. Þið tóku vel við mút á Íslandi. Takk fyrir. Já. Það var ekki fengist núna í smá tíma. Nei. Mér finnst þetta líka hrikalega sagt.
Þetta bara fyrir nokkra odda og snúrur til að taka með sér á ferðina. Svona ferðalega. Prjónamerki og nál og eitthvað svona hérna bakvið. Oslo, stóra fyrir sokkaprjónana. Tók ekki eins og litla. Nei. Hvernig erum við að plata, sko? Við þurfum þetta stóra. Já. Svo það Stockholm, stóra. Þetta svo fallegt. Þetta eru styrlaða vörur, sko. Ég svo að fara að fá mér hérna bakpoka hana. Hann geggjaður. Og þessi litla. Og sko, þetta ekki allir með prjónaverkefni í þessu. Þetta bara sæt lítil taska. Já, algjörlega. Síman og vara og eitthvað. Algjörlega. Heyrðu, eitt viðbót frá Mood sem að, mér langaði að tala um. Já. Þeir voru að gefa út það var að koma garnfræðum sem búið til plastflöskum. Því að Mood með svona botna og lok og alls konar svoleiðis til að gera töskur. Við erum reynda bara með böndi núna, leðurólar. Já, við tökum þetta smá saman. Og það kemur smá saman meira og meira. Þetta plastflösku, garn úr plastflöskum, þannig að þetta bara pjóra plast, en ótrúlega skemmtileg áferð á þessu og ekta í svona körfur eða töskur. Meira segja diskamóttur. Já. Þetta geggja. Já. 8 litir. Má þú þetta 60 grám. Já. Þannig að fleira nýtt í búðinni, nýtt sokkagatt frá Arno Carlos. 4 litir. 4 litir. Ekki svona 4 litir. Já. Tvisasinnum 2 eru 4. Já. Ég búin að vera að lita svolítið mohair og alpaka undanfarið. Ég fór á Suri alpaka vagnin. Þetta rosa skemmtilegt. Já, ég hafði ekki litað Suri alpaka síðan ég gerði fyrstu áramótahespinu mína. Þú í rauninni fórst ekki að lita þetta fyrir en þú prjónaði hrapp í peysuna. Já, ég veit það. Þá bara kveiknaði á okkur. Já, þá bara ok þá. Fara að lita, já. Þeir sem eru að bíða eftir brúnulitunum í Lucia í hrappipeysuna, þeir koma vonandi svona og upp mánaðamót. Já. Við ætlum að reyna að standa okkur. Já. Eitthvað fleira nýtt í búðinni? Hvað erum við búin að tala lengi? Við erum bara búin að tala í 17 mínútur. Kannski bara... Herði, jú, verður bara að segja uppskriftirnar hérna. Já. Silla var að gefa út Nefertiti. Hann svo fín. Þetta bara sama uppskriftin, þú bara hættir fyrr. Hérna. Þessi var að koma út. Bítu. Og ég þá verið hér. Já. Já, góð dag. Og, já. Og þessi þið nú alveg fín, sko, í eitthvað jólabóð og svona. Kost og silki mohair í aðlit og bómull hérna frá Cotton Aid. Já. Og glitgarn. Í berstykki. Svo fallegt. Svo meira jóló, þetta að bresta á, sko. Já. Ekki það við ætlum að fara að gera eitthvað stress. Nei. Aldrei stress. Ekki stress. Sunna María gaf út þessa peysu, jólapeysu í fyrra. Búp. Einföld og falleg. Og svo kom þessi í ár. Já. En svo ætla ég að stinga upp á einu, að því að fólk... Já, við seljum perlurnar í þetta. Já. Svo hef ég spjallað marga sem í samprjóni á jólapeysum. Það þarf ekkert endilega að hafa þér í jólalit. Nei. Það má gera það bara í haustlitum eða eitthvað. Þá er þetta bara haustpeysa. Já. Ég ætla að gera með jólapeysu. Kannski bara fytja ég upp á henni núna í jólinu. Ég veit ekki hvort að ég er búin að skipuleggja nefnilega hvað ég þarf að klára fyrir jólin. Já. Í prjóni. Já. Og það er bara að mála stofunni. Já. Og ertu ekki nýbúin að mála stofunni? Nei, ekki, jú, sko hina stofunni. Já, ok. Já, og hún verður reynda græn, fallega svona emerald green og hún har hreindýr framan á henni, sem gert með svona köðlum og dótar í. Þannig ég ætla að gera hana. Það verður líka svona haustpeysa. Já. Nefnum sérst að fara að veiða kannski? Nei, bara aldrei. Þannig að, hún ná í kalliðin hvort þannig. Já, það er ekkert að við það neitt meira. Já, sem sagt, Luxgarn er nýtt merki hérna í búðinni. Við tökum fleiri tegundir frá þeim, en það er alltaf gott að byrja lítið. Við erum að fá garnið sem ég er að prjóna þessa peysu í. Það kemur líka, hvað er fleira nýtt? Mood, nýtt. Já. Fox and Pines.
Svo passaði þetta bara saman. Já, ég veit það. Þetta er vandræðilegt. Og hvað fleira nýtt hjá okkur? Já, í Mood þá kom líka fullt af töskum. Já. Ég er bara, sótti hérna svona... Hliðartöskur og bakpókar og svona... Sótti hérna skipulagsdótið. Og búið að bætast hellingu við útsauminn og það stendur til... Heyrðu, Steamery er komið. Nýja típan. Nýja típan af Steamery er komið. Aðeins dýrari, en okkur viðdómlega falleg. Og aðeins betri. Já. Svo er náttúrulega alltaf bækur. Við erum alltaf að fá einhverja bækur. Fullt af bókum til núna. Dásamlegum bókum, bæði Hekl og Prjón. Já, mikið af Heklbókum og aðeins af útsaumsbókum. Við erum búin að bæta alveg slatta við útsauminn hjá okkur og það stendur nú til núna á næstunni að hafa svona útsaums seinnipart. Já. Það sem við kannski kynnum svona sérstaklega og reynum að draga aðeins fram í búðinni. Útsaumsdótið. Allt sem við eigum fyrir útsaum. Svo náttúrulega með bútasaum líka. Bútasaumsefnin. Já, við erum komið fat quarters og það hefur verið vel tekið í það. Já. Og við erum alltaf að læra meira og meira hvað fólk vill. Já. Þannig að við bara eitt skrif í einu. Já, og hérna við erum ekki að fara að fylla búðina hérna af ströngum. Nei. Því miður getum við ekki rekið hérna Vefnaðurverslun. Nei, það er líka vefnaðurverslun hérna á Akureyri. En svona fat quarters og þeir sem eruð í bútasaum vita alveg hvað það eru. Já. Það eru svona litli bútar, klippti bútar, búið að raða saman í settringar og við eigum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 típur af kvorturum. Já. Þannig að það verður bara áfram og bara frábært að geta búið upp á það. Við erum að horfa á þetta upp á vekk. Já, þess vegna erum við bara, þetta er svo fallegt. Og við erum með þarna, það er ein típan sem er svona jóla. Já, jólaefnin frá Tilda. Já, þetta er sérst norskt fyrirtæki sem heitir Tilda og við ákveðum að það er aðeins eitt sem fær mig til að teygja mig í hinar tegundirnar hérna inni í heilsölunni. Já. Af því það eru ekki bara Tilda-efnin, það eru William Morris-efnin. Svo fallegt. Þannig að kannski kemur eitthvað svo leys. Já. En já, þetta er bara það sem við erum að bralla þessa dagana. Já. Nýbúnar að fara... fallegt. Nýbúnar að fara hérna til Danmerkur með hóp. Nýbúnar að fara með pop-up á Egilsstaði. Já maður. Það var nú gaman. Í húsi handana. Og það var svo gaman. Mæli með að kíkja þangað. Hvaða fallega búð er það nú? Þetta er ein fallegasta búð landsins. Ég bara... Það var geggjað að fara á. Já, rosalega gaman. Bara takk Lára fyrir að bjóða okkur. Þetta var svolítið strempið. Við keyrðum fram og tilbaka. Hvistbang. Húshandana er með horn hérna á Akureyri. Já, á Akureyri, á litlu saumarstofun. Litlu saumarstofun í Brekkugötu. Þannig að heima gerð kíkja. Hugge og Hýjalín, heitir hún það ekki? Jú. Útibúð, heitir það? Við minni það. Minni það. Já. Þannig til annað kemur ljós. Já. Og Lára ætlar síðan í framhaldinu að vera með eitthvað af kittum frá okkur og eitthvað að handlita garninu. Þannig að þegar við verðum búin að klára skipulagið á lagarnum, þá getum við farið að lita aftur. Þannig að hérna... Fúlló? Já. Þannig að þetta er allt að koma. Og bara... Ég held líka síðan við vorum síðast með podcast búin að opna 2 nýja gatbúðir hérna á Akureyri. Já, til hamingju. Til hamingju. Alltaf gott að hafa góða flóru. Já. Og við vísum hérna fram og tilbaka hvora aðra þegar maður er lens í einhverju. Og það var engin gatganga í Reykjavík í ár. Kannski þurfti að vera hér. Kannski er bara... Þetta er svo stór bær. Komið hérna gatganga á Akureyri. Kostum þessu út. Kostum þessu út í kosmóið. Við getum ekki skipulagt allt saman. Þannig að hérna... Við fáum bara góðar hugmyndir. Já. Vitið, af hverju við fáum svona fullt af góðum hugmyndum? Að við prumpum svo mikið. Þá fer þetta ekki upp. Nei, because if you hold in your fart, then it goes up to the brain. And there is where all the shitty ideas come from. Nú hættum við. Við erum alveg lausa við það. Já, nú erum við hættar. Bye.